slys aftur í lengjunni þá gefið 2 marka forskot. Það eitthvað sem við erum að vinna með? Nei, ég veit ekki alveg hvað gerist. Við byrjum leikinn bara illa, ekki tilbúnar í slagsmálinn á móti bæði þeim og Stjörnunni þarna daginn, þannig að við þurfum að fara að byrja leikinn betur. Hvað svona breytist í seinni hálfleik okkur, fannst þér? Mér fannst við vera aðeins rólegir á boltanum og þótt þær pressu okkur hátt. Það heldum við samt náðum oft að leysa fyrstu pressuna og þá er allt opið fram á við af því þær pressu okkur á mörgum mönnum. Þannig að ég held bara að við fórum aðeins yfir langt, við höfum ekki spilað oft á móti 3 manna varnarlínu sem eins og þær spiluðu. Þannig að við vorum bara svona að læra á það held ég. Einhver landsliðsþreyta í byrjun? Það er ekkert auðvelt að spila næstu í 4 leiki á 8 dögum eða eitthvað, en við fengum frí helgina, þannig að nei, ekki þannig. Bryndís var svolítið erfið markinu? Við gerðum henni auðvelt fyrir, skutum í hennar akkurat radíus hérna sem hún er virkilega góð að verja, þannig að... Takk fyrir þetta, Bryndís. Snilld. Steini, góður sigur, en þetta byrjar svolítið bröðslega. Þetta svona labbaði ekki leikinn með okkur. Við mættum bara ekki tilbúin. Við vorum ekki tilbúin í lætur og hamagangi sem var í byrjun. Lítum svona vaði yfir okkur bara með hlaupum og seinni boltar og vorum bara ekki tilbúin í almennilegan hörkuleik. En unnum okkur hægt og rólega inn í hann og spilum fannst mér heilt yfir seinni hálfleik mjög vel. Við vorum sterkar aðilinn og við höfum verið að skapa færi nokkur dauðafæri í fyrri hálfleik og ef maður geta skorað nokkur þá heilt yfir voru að gefa ómarga sinns á okkur. En seinni hálfleik var góður og mér finnst við vera svona yfirbragðlega á vellinum í seinni. Já, tölfræðin segir það allavega í leiknum. Þær voru með sterlið núna. Þetta er nú langt síðan þær að koma svona sterlið svona snemma. Já, Þórsliðið lítur vel út og vantar bara held ég 1 útlending í liðið og svona það er mikill missi fyrir að missa Söndru í einhver tíma. En Þór Káli verður bara hörkulið. Bryndís var svolítið að stríða okkur í markinu? Já, við vorum bara slúgt illa fannst mér. Það var ekkert oft sem hún var að skutla sér og verja eitthvað. Hún var að fá þetta í svona handahæð einhverju og beint á sig og ég man ekki eftir einhverju wonder save eitthvað út í stöngu eitthvað svolítið. Þetta var yfirleitt svona bara í svona handarlengt frá henni eitthvað svolítið. Þannig hún þurfti ekkert að hafa mikið fyrir þessu. Við vorum að slúta illa heilt yfir. Hvað er staðan á sjúkralistanum? Arnaldís verður klár í næsta leik. Elina er náttúrulega komið lengra. Ég veit ekki með Söfu, Svafa er svona styttist í hana. Ég vona að hún verði klár eftir svona 2 vikur eftir að geta að fara að spila. Ég vonast til þess. Og Ester verður klár í næsta leik. Þetta er alltaf að koma. Þetta er rólega. Arna var öfnilega klár þannig en við vildum gefa nokkra daga viðbót. Ester hefði alveg getað tekið einhverja mínútur en við vildum gefa henni líka nokkra daga viðbót þannig að við vorum ekki tekið með sinns. Næsti leikur er? Næsti leikur er Valur á sunnudaginn. Þetta er spurning, það er spurningar. Takk fyrir þetta, það var mjög sigur.